Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl. Í dag ætlum við að fjalla málefni sem að kannski fæstir vilja fjalla og við ætlum að fjalla félagskap sem að kannski ekki margir og reyndar ábyggilega enginn vill ganga í að fúsum og frjálsum vilja. En þetta eru landssamtökin Birta sem eru landssamtök foreldra og forráðamanna barna og ungmenna sem látist hafa fyrirvaralaust. Og þetta vakti svolítið forvitni mína. Ákveðinn hátt þetta öðruvísi heldur en að missa einhvern úr veikindum sem að hafa átt sér einhvern aðdraganda og hingað eru komnar til mín 2 konur sem að hafa þessa reynslu, hafa mist barnið sitt fyrirvaralaust og það eru þær Halldóra Kristín Guðjónsdóttir og Linda Sólveig Bergsdóttir, er það ekki? Bergisdóttir. Þið sýnið mikinn kjark að koma hérna og tala svona viðkvæm málefni en enga síður, þetta eitthvað sem að held ég að geti komið sér vel fyrir þá sem að hugsanlega eftir standa í þessum sömu sporum eða bara jafnvel standa í þessum sömu sporum í dag. Halldóra, ef þú kannski byrjar á því að segja mér aðeins frá samtökunum Birtu. Birta samtök foreldra eins og nefndir sem að mista hafa snögglega börn. Við erum hópur sem að ég vil nú kannski leggja áherslu á, Linda þekkir þetta nú aðeins betur en ég, að við hittumst mánaðarlega yfir vetratíman með svona jafningjastuðning. Við veitum styrki, mismunandi, hvað maður að segja, Linda þú kannski grípur það sem að Já, við höfum styrkt foreldra þannig að þeir geta fengið endurgreidda hjá okkur 4 sálfræðitíma á ári. Við veitum styrki þannig að fólk getur tekið sér smá hvíld. Það talaði það í svona sorgarfræðunum að það sé gott að reyna að skipta umhverfi og taka sér aðeins hvíld. Þannig að við veitum styrki til þess. Við höfum staðið fyrir ýmiss konar fræðslu, fáum sálfræðinga, presta, hjúkrunarfræðing og fleiri til þess að koma og benda okkur á bjargráð og kynna fyrir okkur leiðir til þess að svona læra að lifa með þessu eða vera til eftir barnsmissi. Við höfum haldið líka svona hvíldarhelgar þar sem fólk getur komið og látið bara svona svolítið stjana við sig, hvíld sig, fengið jóga, fengið fræðslu og samveru með öðrum sem hafa sömu reynslu. En á hvern hátt þessi reynsla öðruvísi heldur en sú reynsla að missa barnið sitt á einhvern annan hátt? Ég meina þetta skyndilegur dauðdagi. Það sem sameinar ykkur í Birtu? Já. Þegar við mist börnin ykkar svona skyndilega? Já, það sem við eigum sameiginlegt að hafa mist barn án fyrirvara. Við höfum ekki haft aðdraganda þannig að við höfum haft stuðningsnet eða einhvers konar undirbúning undir það sem væri í vændum. Heldur fáum við höggið og þurfum svo að reyna að finna leiðir til að lifa með því. Þurfum að finna leiðina í nýju og gjörbreyttu lífi. Það svona það sem sameinar okkur. Já. Og þið eigið það báðar sameiginlegt að þið mistuð sín ykkar vegna veikinda. Já. Mjög skemmtilega. Getið þið lýst í þó að það sé erfitt hvernig tilfinning það að fá þessar fréttir? Þetta bara þú verður ekki fyrir stærra áfalli. Fréttin kemur og þú dofnar og jafnvel sortnar fyrir augum og finnur öll þessi líkamlegu einkenni sem að maður fær þegar maður verður fyrir stóri áfalli. Og svo líður það einhvern veginn ekki hjá. Þetta heldur áfram að vera erfitt. Maður lærir kannski að lifa með því á einhvern hátt. En það alltaf jafn sárt. Og það koma alltaf þessar erfiðu stundir þar sem að maður brotnar eða bognar og þar svo bara halda áfram. En nú það þannig með
fólk sem staðið hefur í sömu sporum á því, eða kannski svipum sporum að mist barnið sitt kannski að völdum sjúkdóms eða við getum kannski nefnt bara krabbamein, að það hefur verið smá aðdragandi að því. Fólk hefur kannski svona vitað að hverju stemdi í mörgum tilfellum en þið fenguð engan fyrirvara. Það hlýtur að vera svolítið. Það talað að þegar þú ert að missa eftir langvarandi veikindi þá ertu komin aðeins inn í sorgarferlið. Við okkur bara hent inn í þetta fyrirvaralaust og eins og Linda segir maður dofnar, þú missir öll tök á lífinu, þú í rauninni að ég upplifði það þannig, ég vissi bókstaflega ekki neitt. Þú bara stendur og þú... Var ekkert sem greip þig eða ykkur fjölskylduna? Nei, það í rauninni ekkert sem greip eftir að við fáum fréttirnar þá í rauninni koma ættingjar. 2 systur mínar, systir mannsins míns eru hjá okkur fyrstu klukkutímana. Rannsóknarlögreglan kemur því að sonur minn fannst heima. Hún kemur og tilkynnur okkur að það hafi ekki neitt, hann hafi ekki tekið eigi lífi eða neitt saknæmt. Þeir séu búin að fara í gegnum allt. Það sé ekkert sem bendir til þess. Hann sá fyrsti sem að eftir að við fáum fréttirnar sem spyr okkur til dæmis hvort við viljum fá prest til þess að svona aðeins fá einhvern stuðning. Já, rannsóknarlögreglumaður. Rannsóknarlögreglumaðurinn. Annars ertu bara, eftir að lögreglan hefur brotist inn hjá sinni mínum og fundið hann þá ertu bara á eigin vegum. Það ekkert sem að í kerfinu sem kemur og tekur utan þig og undirbýr þig hvað í vændum. Þú eru að finna út úr því sjálf. Já. Hefur þú sömu sögu að segja, Linda? Já, í mínu tilfelli var það þannig að ég á leiðinni heim til sona míns, hans Steinars, þegar að ég fæ símtal og mér tilkynnt andlát sona míns þar sem ég siti í bílnum minnum undir stýri á Miklubrautinni. Hver tilkynnt það? Það prestur sem hafði komið heim en ég hafði haft áhyggjur af Steinari og var þess vegna á leiðinni heim til hans. Og presturinn biður manni minn að hringi í mig og snúa mér við, vildi ekki að ég færi heim til hans. En ég neita að snúa við, ætlaði mér að hitta hann og þá tekur presturinn símann af manninu mínum og segir mér þessar fréttir. Og svo þegar að það afstaðið sem sagt ég fer með og tilkynni pappans þetta og svo fer maður bara heim. Og það einhvern veginn ekkert. Hvað hefðu þið viljað hafa til að auðvelda ykkur, ef hægt að tala það undir þessum kringumstæðum, auðvelda ykkur þetta mikla áfall? Ég veit svo sem ekki hvað hægt að gera akkurat þarna þessa stund þegar maður fer heim. En daginn eftir til dæmis hefði geta verið mjög hjálplegt ef að til dæmis félagsráðgjafi hefði haft samband og leiðbent manni af stað inn í ferlið. Hvað tekur núna við? Einmitt upplýsa hvað framundan því það svo margt sem þú þarft að gera. Þú ert ekki andlega tilbúin í þetta. Þú ert bara dofin, þú varla veist hvað þú heitir á þessum tímapunkti. En þarft að byrja að finna hvað þarf að gera. Þú þarft að jarða barnið þitt. Hvað þarf að gera í kringum það? Finna útfararstjóra, fá leyfi til að jarða. Ég hérna með alveg ljómandi bækling sem að þið hafi gefið út hjá Birtu. Það sem að koma fram svona ýmsar upplýsingar það hvað þarf að gera. Það kannski ekki von að fólk viti það endilega. Það ekkert búið að spekulera í því að jarða ungan son sinn. Ég misti mömmu mín í fyrra og við vissum alveg nákvæmlega hvað við áttum að gera því það var búið að undirbúa það. Já, en það líka að þú bara veist ekkert, þú manst ekkert. Það varnir líkamanns, það bara deyfa þig til að þú komist í gegnum þetta. Ég í mínu tilfelli, ég
mundi ekki neitt. Þó svo ég hefði verið tiltölulega nýbúin að jarða foreldra mína og fara í gegnum það ferli, þá mundi ég ekkert. Ég mundi ekki þegar ég var spurð prest, ég gæti ekki nefnt nein nöfn, ég mundi ekki nein nöfn á prestum sem dæmi. Já. Þannig að það þarf eitthvað að grípa og hjálpa mann af stað. Sammála þessu, Linda? Já, ég sammála þessu. Vissulega hefur verið gerð aðeins bragabót varðandi það þegar að fólk missir yngri börn sem sagt að 18 ára aldri, að þá á fólk í dag rétt á sorgarleyfi. Þannig að þú getur tekið það frí, færið að einhver leiti tekjurnar bættar, en fólk sem að missa börn eldri eða áður en þetta tók gildi, að oftast erum við bara í veikindaleyfi. Þegar maður er ekki fær að sinna sínu starfi. Og það getur fyrir mjög erfitt að þurfa að vera í veikindaleyfi, þú ert samt ekki veikur, þú ert bara að reyna að læra að lifa upp á nýtt. Halldóra, þegar þú sagði mig frá því hérna frammi að bara einu smáatriði þegar þú, ekkert smáatriði, stóru atriði þegar þú fórst og sóttir vottorð eftir til Landspítalans, ekki sagt? Já, til að mega jarða, þá þurfti ég að jarða son minn, þá þurftu við að fara og fá frá spítalanum dánarvottorð, og þegar ég kem þangað þá segir læknirinn að hann spyr mig hvort við séum ekki búin að fá út úr krufningunni, og ég segi nei, og það kemur eitthvað á hann að það hefði ekki verið haft samband við okkur varðandi krufninguna, og hún lætur mig vita að ég geti hringt í lögregluna og fengið niðurstöðu, og með þessa fregnir fer ég út í bíl þar sem maðurinn minn er, og ég segi honum þetta, það sé komið niðurstaða og hvort við viljum fá niðurstöðuna. Þetta er á föstudegi og við erum að fara að jarða son okkar á mánudegi. Og hann segir við mig, eigum við ekki bara að bíða með það, við þurfum alltaf að jarða hann hvort sem er. Og það verður niðurstaðan að við treystum okkur ekki í að fá út úr krufningunni á þessum tímapunkti. Og með þetta bréf eða þetta dánarvottorð keyrum við til sýslumanns í Kópavoginum, þar sem við áttum að fá leyfi fyrir prestinn. Nema þessar fregnir inn á Landspítala hrófla þannig við mér að þegar við erum komin inn og sest á móti konu, að þá bara brotna ég algjörlega niður. Ég bara hágræt og ég get ekki stunið upp nafni, ég gat ekkert gert. Og þarna situr bara einhver starfsmaður sýslumanns á móti mér, sem að var nú í hálfgerðum vandræðum því að hún réttir mér svo tissue, og síðan verður það bara úr að maður minn tekur bara svolítið yfir og næra að segja nafni á sin okkar og réttinni dánarvottorðið. Þannig að við fengum frá henni bréf það að við mættum jarða son okkar. Hefði ekki verið skynsamlegra ef að Landspítalinn hefði sendt þetta bara í rafrænu pósti til sýslumanns? Mér hefði þótt að eðlilegt að við sem hvorki við sem sett í þessa stöðu að sitja á móti ókunnugri mannesku og ekki henni ætlað að taka á móti gjörsamlega niður brotnum foreldrum. Nákvæmlega. Að biðjum að fá leyfi til að jarða barnið sitt. Mér finnst það mjög óeðlileg viðnubrögð og við erum á tækniöld þar sem að þetta ætti nú að geta farið rafrænt á milli. Að það sé ekki okkar ábyrgð að vera með þetta bréf, fara til sýslumanns og fá annað bréf og afhenda það prestinum. Þarna hefði maður haldið að tæknin ætti að geta auðveldað einhver spor. Hefur þú sömu sögu að segja, Linda? Já, maður er settur í þau spor að maður er stöðugt að fara á milli staða til að byrja með niður brotin og að endur taka það oft að maður hafi verið að missa barnið sitt. Það er bara heilmikið álag sem ætti að vera mjög auðvelt að hlífa fólki við, eins og við segjum á þessum rafræni tímum. Þetta er kannski eitthvað verkefni fyrir Birtu að beita sér í?
breyta þessu? Já, við ættum að geta kannski komið þessu af stað. En þetta er bara svo víða eins og þú veist bara að fara í bankan og þú ert að fá upplýsingar bankareikninga og annað fyrir barnið og það er svo mikið af fólki þarna úti sem á ekkert vona á að þú situr allt í einu með grátandi foreldri hinum megin við borðið. Fólk er ekkert, mér finnst fólk sett í mjög ranga stöðu. Við eigum að geta gert þetta mikið svona bara rafrænna allt saman. Auðveldara fyrir aðstæðan. Auðveldara, ekki bara fyrir okkur, mér finnst líka erfitt væntanlega fyrir alls konar fólk sem situr á móti. Þú veist ekkert hvað það er að fara í gegnum, hvað reynslu það hefur, hvað getur það hefur að taka við á móti, sko eins og í mínu tilfelli, grátandi konu. Það er erfitt. Já, ég þekki þetta af eigin raun. Ég var nú í lögreglunni í gamla daga og þurfti að tilkynna dauðsföll og það er eitt af erfiðasta sem ég hef nokkuð tíma gert. Ég tala nú ekki um það ef var að ræða barni eða ungmenni. Þannig að ég skil þetta mjög vel. Það er, þó maður sé hinum megin við borðið, þá er þetta enga síður mjög erfitt og erfitt að koma fólki í þessa aðstöðu. Mér finnst mikilvægt að við komum því að líka að í birtu þá erum við foreldrar sem hafa mist börn bæði af mismunandi ástæðum eða mismunandi aðstæður en líka á mismunandi aldri. Það er líka hjá okkur fólk sem hefur mist mjög ung börn þó að við höfum mist fullorðna syni. Bæði úr skyndilegu veikindum, slysum, jafnvel að mannavöldum. Þannig að það sem að sameinar okkur er þetta að þetta er óvænt og skyndilegt. En annað er eins misjafnt eins og við erum mörg. Nákvæmlega. Mér langar svolítið að forfinnast um það hvernig ættingjar og vinir tóku þessu. Nú veit ég að þetta er náttúrulega áfall fyrir alla í fjölskyldunni en má oft heyrt tala um það að fólk bregðist misjafnlega við svona tíðindum. Fólk gerir það. Þetta er eitthvað sem að okkur er einhvern veginn hvergi kennt. Við kunnum þetta ekki og viljum kannski fæst fara með hugan þangað að einhverjir kringum okkur lendi í þessu, hvað þá við sjálf. Þannig að maður er ekki undirbúinn. Ég er mjög heppin á styðjandi og góðan mann sem hefur auðvitað verið minn helsti stuðningur í kringum þetta. Ég á líka góða fjölskyldu og góða vini. Eina trausta vinkonu á ég sem að kom til mín í hverri viku meðan ég var heima og fór með mig út að ganga. Slíkir hlutir auðvitað eru ómetanlegir og koma manni svolítið að stað aftur. Svo eru líka tilfelli þar sem fólk bara hreinlega forðast syrgjendur. Já, það er, ég held að vel flestir syrgjendur fari í gegnum það að þeir verða ósýnilegir jafnvel út í búð eða þeir mæta einhverjum kunningja eða fyrirverandi vinnufélaga eða hvað það er. Og ég hef ekki mikið lent í því en þó hef ég lent í því að ég hef orðið ósýnileg í búðinni. Það sem að fólk hefur ekki treyst sér til að segja halló og taka létt spjall. En varðandi ættingjana þá segi ég sama og Linda, ég er bara mjög heppin heilt yfir. Þá stóðu ættingjar og vinir þétt við bakið á okkur, fjölskyldunni. Studd okkur auðvitað mismikið. Sumir voru á hliðarlínunni og aðrir voru nær, systir mín og systir mannsins míns. Ég segi stundum að þær hafa svolítið haldið okkur uppi. Systir mannsins míns kom daglega til okkar, tekkaði á okkur, voru að borða. Ef að maðurinn minn var ekki heima þá, við mann sérstaklega eitt skipti, þá vildi hún að ég kæmi til sín í mat. Ég átti mjög slæman dag þann dag, grét mikið og lét hana vita, ég væri ekki í standi. En hún gaf sig ekki, fékk mig út að ganga og ég gat gengið við hliðina á henni og grátið. Svo fór ég til hennar í mat og
svo heim og auðvitað þetta þar sem að skiptir máli. Er það ekki líka svolítið svona algengur misskilningur að fólk telji að syrgjandinn vilji ekki tala hinn látna? Reyna að forðast umræðefnið, en eins og þú sagði mér áðan að þá létti þér við að fá að tala drengiðinn og við þann sem að þekkta hann. Já, fyrstu mánuðinni mínir einkendust svolítið mikið að því ég þurfti bara að tala. Og ég fór örugglega yfir einhver mörk hvort mínum vinkonum og sumum ættingum. En svo tímapunkti kom að ég ákvað að ég gæti ekki hent þessu á þau lengur. Því að ég fann ennþá og ég þurfti að tala mig frá þessu. Þannig að ég fór svona að leita leiða hvar ég gæti fengið hjálp. Systir mín ein sagði við mig því að bara sama dag við fórum og fengum að sjá hann sama dag og hann deyr og hún heyrir strax á mér að það sektarkenndin komin sem gjarnan vill fylgja andláti og hún segir þú verður að leita þér hjálpar. Þú verður að fá hjálp og fyrsta hjálpin var að ég kaffærði svolítið vinkonum og ættingum í tali hvað ég var að fara í gegnum, hvernig mér leið son minn, allt þetta. En svo kom svo tími að ég varð að finna mér fagaðila til að svona létta á fólkinni kringum mig og fá kannski svona meiri hjálp. Og þá greip mig smá svona hræðsla við það að við erum ekki allra og það var að finna aðilann. Ég gat ekki hugsa mér að fara til aðila og finna svo ég átti ekki samleið með honum og þurfa að finna annan og byrja upp á nýtt. Þannig að ég tók mér svolítið tíma að velta fyrir mér hvernig aðila og hvaða aðila ég vildi tala við. Linda, þú ert stjórnarmaður í Byrt, er það ekki? Eða allavega þekkir vel til þar? Jú, ég búin að vera í stjórn í Byrt núna í 3 ár en núna formaður. Já, ertu formaður núna? Já. Þú hlýtur náttúrulega þá að þekkja vel til bara viðbragða fólks almennt. Það er alltaf væntanlega að koma nýtt fólk inn í félagið af og til og þá er þessi lífsreynsla sem fylgir því. Hvernig er fólk statt sem kemur inn í félagið? Það er auðvitað bara mjög misjamt. Sumir koma snemma, aðrir koma einhverjum mánuðum eftir jafnvel árum. Það er auðvitað einstaklingsbundið bara hvenar við erum tilbúin til þess að sækja okkur svona hjálp. Það er oft talað að fólk eigi ekki að fara strax til dæmis í svona sorgarhópa eða svona jafningjastuðning. Margir ráðleggja að láta einhverja mánuði líða sem er örugglega einstaklingsbundið en ég held að gott fyrsta skref væri að hafa samband kannski við sorgarmiðstöð. Þar er svona reynt að halda utan þau úrræði sem í boði. Það er jafnvel hægt að fá svona fyrsta viðtal. Það er sorgarmiðstöðin sem í Sankti Jósefsspítalanum í Hafnarfirði. Já. Nú það er hægt að hringja í okkur. Við erum með síma sem hún heldur að svara í sem að við reynum að hafa opinn allan sólarhringinn alltaf. Þannig að ef fólk er í öngum sínum og veit ekki hvert það á að snúa sér, þá er þetta að byrja þar. Nú svo hittumst við mánaðarlega á opnum húsum, þar sem við getum spjallað saman, deilt reynslu og erum með þessari fræðslu sem við erum að fá inn að reyna að hafa svona, opna á svona fjölbreytta möguleika í bjargaráðum. En jafningjastuðningurinn, hann er kannski það sem að vegur þyngst eða hvað? Fyrir mig hefur það verið mjög mikilvægt að tala við fólk með sambærilega reynslu. Þannig að þó maður eigi dásamlega fjölskyldu og góða vini til þess að tala við, þá er enginn sem að veit hvernig manni líður eða hvað maður er að gangi í gegnum nema sá sem hefur reynda. Og það er með það sem að jafningjastuðningurinn gerir. Þú getur leyft þér að segja hluti sem þú öllu jöfnu segir ekki
við fólk sem ekki með þessa reynslu og þú veist að þú ert ekki dæmd, þú veist að fólk sumir eru með sömu skoðun, sömu reynslu sem að það svo mikið léttir að geta sagt hlutina án þess að hafa áhyggjur af því að verða dæmdur. Það hjálpaði mér mikið að heyra aðra oft svona koma orðum á einhverja tilfinningar eða upplifanir sem ég hafði en hafði einhvern veginn ekki komið í orð. Það getur verið mjög mikil hjálp að heyra aðra segja og maður sagði já, það er einmitt þetta sem ég er að upplifa. Þetta sem að ég er að fara í gegnum. Eða að heyra að já, ok, ég er ekkert skrítin þó að mér líður svona, hinum líður svona líka. Þannig að það hefur verið mjög mikill stuðningur. Það hefur stundum verið haldið fram að tíminn lækni öll sár, þessi klysja sem oft er sögð. En hver eru erfiðustu tímabilin? Er það jólin, er það afmælisdagarnir eða er það dánardagurinn? Ég gerir ráð fyrir að þetta komi allt illa við tilfinningarnar. Oft er það kannski svona aðdragandinn að þegar að fyrir að líða af dánardagurinu, þegar fyrir að líða af afmælisdögunum, þegar fyrir að líða af í jólunum, þá fyrir að byggjast upp svona kvíði og spenna og maður fyrir að hafa áhyggjur af því hvernig dagurinn verði nú. Mér finnst það oft erfiðast og oft jafnvel erfiðar heldur en kannski svo dagurinn sjálfur. Maður er búin að byggja upp svo mikla spennu að þegar hann kemur þá er hann kannski ekki eins slæmur eins og maður óttaðist. Kannski svolítið ljúfsár. Já. Koma fallega minningar í bland við erfiðar minningar. Já, ég myndi segja það. Allir þessi dagar eru sárir en eins og afmælisdagarnir, ég hef reynt svona eins og mér hefur verið mögulegt að halda afmælisdeginum svona sem gleðidegi, sem jákvæðum degi, þó auðvitað sem að viðkvæmur og nota hann svona í góðu minningarnar. Og ég hef reynt að nýtandi góðs þegar að sonur minn hefði átt að verða 30, þá gat ég ekki hugsa mér að halda veislu eða við værum einhvern veginn að halda upp á daginn. En ákvaði í staðinn að reyna að láta gott að mig leiða og stekti stóran poka kleinum og færði í þeim í ilju til þess að einhvern veginn svona markera daginn og gafi mér mikið að geta gert einhverjum öðrum gott. Trúi því. Vinkona mín, kær vinkona, misti drenginn sinn 18 ára í umferðarslysi og árlega eða reglulega koma vinirnir saman heima hjá henni og ræða vin sinn, látin. Þetta hefur hjálpað henni gríðarlega mikið. Þetta hefur við verið svo lánsöm að vinir sonar okkar við hittumst einu sinni á ári. Byrjum á því að hittast alltaf á afmælisdaginn, fórum út að borða á uppáhaldsstað eða svona stað sem að sonur minn hélt mikið upp á, stúdentakellarann. Og þar áttu við svona okkar stund, borðuðum saman og myndumst hans og þessi stund gefur okkur hjónum mjög mikið og vegna þess að við komumst ekki nær sín okkar. Þarna heyrum við hvað þeir eru að fara í gegnum, hvað þeir eru að tala, hvað er að gerast í samfélagsmálum, hvað er að gerast í gervigrindinni og hvað er þarna og hvað er þetta. Og þá getur maður og við hugsaum gjarnan, já, hann væri þarna. Og þetta þykir okkur alveg yndislega stundir og að fá að hitta það og fylgja þeim eftir. Og við höfum gert þetta frá fyrsta ári. Þannig að þó svo við hittumst ekki lengur á afmælisdaginn því að það er að sumri til og þá er allir í fríum og erfiðar að ná hópnum saman. En þá hittumst við yfir sumartíman eða við hittumst í ágúst núna og þetta er bara heldur lífin í okkur og það sem okkur þótti líka gaman að heyra að eitthvað árið þá kvöttum við þá með því að það væri gaman að hitta þá
vonandi væru þeir tilbúnir aftur á ári og þá sögðu þeir þetta gefur okkur ekki síður en ykkur. Þetta þjappaði þeim saman líka og þessi minning Guðjón okkar. Já. Og einn vinur hans kallar þetta nú Guðjónsmessu orðið. Hann sendi núna hvenær verður Guðjónsmessan í ár. Þannig að en þetta gefur eftirlifendum mjög mikið. Kannski koma því rækilega áleiðis að svona hvað ég segja, stuðningur vina hins látna getur skipt sköpum. Já. Það var eitt sem sló mig svolítið stelpur þegar við vorum að spjalla saman fyrir útsendinguna að það svona ákveðin lífsræðsla sem að hefur blundað í ykkur eftir að þið mistuð drengina ykkar. Getið þið skýrt þetta aðeins út fyrir okkur? Ekki kannski gagnvart ykkur sjálfum heldur ykkar nánustu, ástvinum. Já, maður svolítið fljótur að hoppa beint í áhyggjur af því versta. Ef eitthvað bjátar á. Ef dótturinn eða barnið fær kvef, þá þarf stundum aðeins að fá mann til að slaka á. Maður hræðist að eitthvað geti komið fyrir. Já, meirinn áður. Meirinn áður. Það temur sér ákveðna svona hamfara hugsun. Hamfara hugsun, já. Já, ég kalli þetta lífshræðslu. Ég hræðist meira mína nánustu, dóttur mína, barnabörn, vegna þess að ég veit að lífi getur hent þessu á mig aftur. Það er ekkert sem er búið að segja mér að þetta gerist ekki aftur, þessi skelfilega reynsla. Þannig að til dæmis þegar fyrra barnabarni mitt fæðist og hann kannski sofandi út í vagni, að þá fór ég út svona mjög oft og þurfti að sjá hann hreyfa sig, þurfti að vita hann andaði og gekk þetta svo langt að dóttir mín sagði einhvern tímann við mig, veistu það mamma, hann bara sofandi. Þá þótti henni ég vera búin að fara nokkuð oft út en ég sagði henni bara að ég mætti þetta, ég þyrfti að gera þetta. Ég geri þetta enn í dag. Ég fljót að stressa mig upp ef að mér finnst, ég veit að einhver að koma til mín og seitt fyrir, þá ég búin að búa til. Það hefur eitthvað gerst. Ég þarf svolítið mikið að minna mig á að það ekkert endilega víst að lífið hendi aftur á mig svona skelfilegum pakka en þessi lífshræðsla, hún til staðar. Já, en litlu barnabörnin hafa líka gefið ykkur ljós? Þau gefa mikinn tilgang og mikla von. Já. Þau koma eiginlega svolítið með lífið aftur. Já, þau hjálpa mann að finna gleðin aftur. Já. Gera það. Já. Það líka stundir með þeim, ég finnst mín reynsla svo að þegar ég með þeim að það eru stundirna sem ég gleymi. Þá gleymi ég sorginni vegna þess að ég bara í leik með þeim. Og þá ekkert annað til. Þú hefur ekkert færi þegar þú ert með lítil börn og þú ert í einhverjum bílaleika eða þú ert eitthvað að hoppa eða leika. Að þú gleymir stað og stund og þetta ótrúlega góð hvíld frá sorginni. Já, en þetta með að tíminn lækna öll sár, þetta alls ekki rétt. Tíminn læknar ekkert. Nei, hann mildar. Hann mildar, hann kennir okkur að lifa og læra á lífið aftur. En sársökin þarna. Alveg bara eins og með öll önnur erfið verkefni að það auðvitað þjálfast maður. Já. En þetta fer ekki neitt. Nei. Mér svo fallegt sem að stendur hérna í bæklingnum, eða réttar, þið sögum nú reynda frá því að þið kæmu saman alltaf fyrir jólin og nú jólin á næsta leiti og byggu til jólaskreitingar til að setja á leiði. Já, Birta býður félagsfólki sínu að koma með fjölskylduna sína og gera skreitingar á leiði barnana og þá reynum við að hafa svona svolítið jólalegt hjá okkur og bjóðum upp á heitt súkkulaði og svona. Mér finnst þetta ómissandi undirbúningur fyrir jólin. Ég trú því. Mér finnst alltaf partur á jólunum að fara í kirkjugarðinn á aðfangadagmorgun og setja kerti og jólaskreitingu og leiði hjá mínum nánustu. En það rétt að
benda fólki aðeins á þessi samtök Birta því að ég er vissum að það er ekki allir sem vita af þeim sem þurfa á þeim að halda og það er opið hús og það sem þið hefur verið að nefna og síminn er hérna aftan á þessum bæklingi 832-3400 og svo er hægt að senda líka birtalandsamtök@gmail.com sjálfsagt hægt að finna þetta bara með því að googla, það gerði ég allavega, fann upplýsingar ykkur þannig og þó að þetta sé kannski eins og ég myndist á hérna í upphafi samtök sem að enginn vill nú ganga í eiginlega en fólk gengur í vegna ákveðinar lífsreynslu, svona sárrar, að þá er dálítið mikið til í því sem stendur hér á forsíðunni Birta í Demumdal. Já. Við veitum hvert öðru styrk. Já. Við erum bæði með síðu á Facebook, við erum með heimasíðu, þar sem að kemur fram dagskráin okkar, ýmiss konar fræðsla varðandi sorg og missi. Og það má nefna sko það sem við höfum verið að gera, til dæmis kom Edda Björgvinsdóttir með hvað kallaðist námskeiðinnar? Svona hvernig maður getur notað húmor og gleði svona sem bjargráð, hjálpa sér þegar maður á erfiða stundir. Fannst það ekki frábært? Það var mjög gott. Mjög gott. Það var mjög gott. Næsti fundur í næstu viku, hann verður þar sem að okkur fáum umfjöllun að skrifa sig frá áföllum. Þannig að við erum að reyna að gera svona fá fyrirlesara sem hjálpa okkur með þau bjargráð, hvað er þarna sem við getum nýtt okkur og hjálpað okkur til að eiga betra líf. Því að lífið heldur áfram. Lífið heldur áfram og við höfum ekkert val neitt annað en halda áfram. Og þá er bara hvernig getum við létt okkur á sem mestan máta. Akkurat. Stelpur, ég held ég sem búin að fara allar hringin, en er eitthvað sem þið viljið segja að lokum? Bara hvetja þá sem að mögulega gætu þurft á okkur að halda eða þekkja einhverja sem að gætu þurft á okkur að halda að kíkja inn á birtalandsamtök.is og athuga hvort það er ekki eitthvað þar sem að getur hjálpað. Já. Það að skrá sig í félagið er ekki skuldbinding til þess að mæta opið hús. Þú ert ekki að skuldbinda þig til að koma og segja frá þínu máli. Þú getur verið félagsmaður og bara mætt á fyrirlestrana eða nýtt styrkina. Getur þess vegna mætt á fundina mánaðarlega en þú þarft ekki að segja. Því að það getur oft verið stuðningur eins og Linda nefndi áðan að heyra í öðrum. En er það ekki dálítið svona erfitt skref fyrir marga að stíga að koma inn? Jú, mörgum finnst það mjög erfitt. Já. En það þarf ekki að vera það? Það þarf ekki að vera það og það er vel tekið á móti fólki? Við reynum að taka vel á móti fólki, já. Stelpur, þakka ykkur innilega fyrir komuna Halldóra og Linda. Það var gaman að spjalla við ykkur þó umræðefnið hafi sannarlega ekkert verið mjög skemmtilegt. Þá var það mjög áhugavert. Takk innilega. Takk fyrir að bjóða okkur. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.